að laxeldi bara 4% af því sem framleitt í lagareldi. Þannig að búa til prótein í sjó með það sem býr til prótein með næringarefni sem myndi ekki nýtast mannkyni, það rétt að leiðin fram. Laxeldi í sjó ekki svo leið. En myndi það finnast í lagi að vera með sjókvíaeldi í sjó á öðrum tegundum? Sko það bara... Nei, en fyrst það lagi? Ég veit ekki hvaða tegundar þú ert að tala um. Nei, bara einhver önnur tegund. Það þyrfti alltaf bara að skoða. Sjókvíaeldi þorski var ekki skynsamlegt fyrir okkur. Nei, Jón, þú ert bara á móti þessu. Þetta eru sjónarmið sem mér finnst vanta í umræðunum af hverju við eigum ekki að virkja meira. Við bara erum ekki að græða nú mikið á því að fara að virkja meira. Við getum grætt meira á því að virkja ekki og selja orku á hærra verði sem við erum að framleiða nú þegar og nýta þær fjárfestingar sem þegar eru lagt í. Sæll og blessaður. Sæll. Hvað segirðu gott? Ég er brattur. Takk fyrir að bjóða mér í þetta nýja húsnæðið. Þetta er glæsilegt. Já, bara velkomin. Það þú ert fyrsti maðurinn til þess að koma inn í þetta svona. Það er að segja, nú erum við fyrir miðju í rýminu og þannig á þetta verða. En ég á nú eftir að gera margt eins og sést. En gott samt á sett komin, út af því að við höfum ætlað að gera þetta í svolítið tíma. Já, og við höfum ætlað að ræða sjókvíaeldi og mér hefur heyrt svona við sem ekki alveg sammála. Þú til og með vera á villigötum. Mögulega. Ég nefnilega sko, í þessum efnum þá, ég ætla bara að viðkenna fúslega henni í byrjun. Ég kemur kannski aðeins öðru, ég ekkert svakari náttúruverndarsinni. Aftur á móti mér mjög annt náttúruna, en ég held að með við þá sem í þessu, að þá myndi ég ekki teljast til slíks. En fyrir maður yfir ferilinn. Hvernig kemur að því að reyna að berjast svona í þessu eins og öðru? Sko ég hef mikinn áhuga á náttúru en ég líka mikinn áhuga á bara förum skynsamlega með þær auðlindir sem Íslendingar búa að og það eru miklar. Bakgrunnur minn úr fjölmiðlun. Ég var blaðamaður í næstu aldarfjórðung, ritið í tímaritum og dagblöðum og vikublöðum og var í því hlutverki frá 93 til 2017, meira að minna, allan tíman bara má segja. Ritið í fréttablaðinu tíma og stofnaði fréttatíman sem var vikublað og vantarlega og seldi minn hlut þar. Ég held ég að vera svo síðasti mögulega á þessari öld sem seldi blaðútgáfu svo að stofnaði öldinni pappisútgáfu með hagnaði. Það svona smá grín, ég veit ekki hvort það sé þannig en ég tel mig trú að maður svoleiðis. Gætast þetta ekki alveg að vera þannig? Jú, ég held að það sé þannig. Ég held að það sé allar líkur á því. Þetta var stofnað eftir, ég stofnaði fréttatíman 2010 í þessi vikublað og ég seldi minn hlut 5 árum seinna. Svo reyndar fór það eins og svo útgáfan sem fór. En ég hef verið að vinna fyrir Íslenska náttúruverndarsjóðinn núna frá 2017 og þegar ég hætti í blaðamennskunni og gerðist svona nokkurs konar málaliði á eigin vegum, þá ákveði strax að bærast bæri þeim stríðum sem ég tryði á, vinna bara við fyrir fyrirtæki eða málum sem ég hefði trú á, var ekki gegn minni samvisku. Ég var svo lengi sem ég leit á í hlutverki að vinna fyrir almenning. Ég var ekki að vinna fyrir þá sem gáðu út fréttablaðið eða Iceland Review. Ég var að vinna fyrir þá sem lásu fjölmiðlana. Og ég held að það sé algjör grunnlína í fjölmiðlastarfi. Ef þú ætlar að ná útbreiðslu, þú halda trúveruleika, þá þarf þetta að vera skilgreining af hlutverkið þínu í fjölmiðlun. Þú ætlar að vinna fyrir fólkið sem þú vilt að lesi, horfi eða hlusti. Þannig að ég hef verið núna langmest af mínum tíma fyrir Íslenska náttúruverndarsjóðinn og það er svona bara það sem hugsun líka og snýst heilmikið að vinkla málin og segja frá þeim með þeim hætti að almenningur hafi áhuga, veki áhuga, vilji vita meira og svona raun og veru kannski að sýna fólki hver staðan og það geti sjálft komist að þeirri niðurstöðu sem
það getur byggt á öllu upplýsingum og það hefur lukkast vel hjá okkur og við erum náttúrulega fleiri samtökun íslenski náttúrundarsjóðurinn í þessari baráttu en kannanir hafa sýnt núna áriður ár sem Gallup hefur gert að það bil 2/3 hluta þjóðarinnar bara mjög mótfallin sjókveldi á laxi. Við erum að tala rétt svona 13-15% sem styðja hennan innað. Restin, það voru að tala eitthvað svona 20%, þeim taka ekki afstöðu. Kannski sama eða bara hafa ekki gert upp hugsun. Þannig að bakgrunninn í fjölmiðlun og þetta mjög mörguleyti tengd þeirri vinnu. Ég nýt þeirra reynslu mjög mikið í þessum störfum. Já, ég sammála þið hafið staðið ykkur allt of vel í því að eyðileggja fyrir þessum sjónarmiðum. En sko, ef við hugsum bara þessu stöðun núna, ég var að hlusta á gömul viðtöl með Svandísi Svavarsdóttur þegar hún var matvælaráðherra á sínum tíma, þar sem hún að ræða nákvæmlega þessi mál og það verið að gera frumvarp og náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn hefur eitthvað það að segja, þannig að hún kannski stígur ekki að först skref eins og hún myndi vilja. En svo aftur á móti kemur ný ríkisstjórn og hún öðruvísi samsett. En við sjáum þess að strax að þegar að fólk fer að kynna sér þessi mál og fer að skoða þetta, að þá fer að gera sér grein fyrir því að það eru gríðarlegir svona samfélagslegir hagsmunir undir sem að byggja á því að þetta ekki bara einhverjir firðir sem að einhverjir tannlausir trúðar á landsbyggðinni eru að sjá heldur þetta gríðarleg verðmæti sem að skapast. Núna það að koma betur og betur í ljós að svona veiði í sjó út af því að hún náttúrulega alveg stöðluð, að hún sér til þess að, eða það að segja hefðbundnar veiðar standa bara í stað. En aftur á móti að þá þarf gríðarlega aukningu til þess að bæta matvælaöryggi og annað til þess að við stöndum undir mannkyninu og tækifærin þar eru einmitt í sjókvíaeldinu. Þannig að þegar þú ert að horfa á þetta sko í þessum breiðu strókum og hér á Íslandi tel ég að við að mörguleyti eins og með orkuiðnað og fleira stöndum okkur töluvert betur heldur en aðrar þjóðir, að við séum í rauninni að spyrja okkur kannski stærri spurninga heldur en bara út frá þessum náttúruverndarsjónarmiðum. Við erum líka að tala matvælaöryggi, við erum að tala ákveðin svona manngæsku gagnvart því að við séum með mat fyrir heiminn, mikið og mest af þessu náttúrulega fer út í heim og svo náttúrulega sér þetta líka til þess að við erum með brothættar byggðir út á landi sem að ef að þetta væri ekki fyrir hendi að þá væri ekki byggð í þessum litlu bæjarfélögum. Hvernig horfir á þetta? Við byrjum bara svona spurningin, kannski þannig svona fleitið þessi eitt, bara svona horfir til annara sjónarmiða þegar þú ert að pæla í þessum málum heldur en bara náttúruverndina? Ég held við erum bara að taka, fyrst bara algjörlega og verðmætasköpun fyrir samfélagið og verðmætasköpun áframhaldandi eru komandi kynslóðir eiga að vera í algjöru lykilhlutverki í umgjörðum þennan innað. En ég held sko þeir tókst þannig að Þórarinn á svona í þessari ræðunni að fella saman í allan helstan miskilning sem snýst þetta sjókvíaeldi. Þetta var nokkuð vel gert hjá þau sko. Þannig við þurfum að taka þetta saman. Nú þurfum að taka þetta lið fyrir lið sko. Ef við byrjum byrja á því sem kannski svona mikilvægast í stóru myndinni og það þú nefndir matvælaöryggi. Og það ekki margir sem átta sig á því en vaxandi fjöldi samt að laxeldi, það á bæði við laxeldi á landi og í sjó, beinlínis fæðu minnkunarkerfi. Þú ert ekki búa til prótín. Þú ert að minnka prótín í laxeldi. Og þetta, sko, lax það bil 4% af því sem framleitt í sjóeldi í heiminum. Og þetta algjör lúxusvara. Til að framleiða eina máltíð af eldislaxi, þá þarftu prótín og næringarefni sem myndu duga í 3-4 máltíðir fyrir fólk að lágmarki. Og þannig að þetta raunverulega þú þarft að taka látlust af höfuðstól náttúrunnar. Þetta er bara vond nýting af prótínum. Það tala að við myndum allir geta borðað fiskifæði.
þú getur borðað ansjós, þú getur borðað sardín og þú átt miklu frekar að borða ansjósur og sardínur frekar en að borða þennan fisk þegar búið að millilenda þessum prótínum í holdi eldislaxins. Þú fær miklu meira næringarefni með því að borða þennan frábæra mat í bara sjálfur. Og þannig að þetta er nummer 1. Það er mikil misskilningur að við séum að framleiða mat fyrir hungran heim með laxeldi. Við erum að minnka fæðu framboð heimsins. Þetta er bara staðreynd. Þetta er ekki, það er ekki til að framleiða 1 kíló eldislaxi að þarftu nokkur kíló af villtum fiski í fóðrið. Og þarf líka þeir hafa verið að minnka núna sjókveldismennirnir og laxeldismennirnir hlutfall sjávarfangs í fóðrinu. Og þeir hafa gert það með því að bæta við sojaprótínum. Mikið af þessu soja, mest að því kemur frá Suður-Ameríku. Og hugsið ykkur bara aðferðina að rækta sojaprótín, þar sem áður var Amazon-frumskógurinn eða einhverju regnskógar. Flytja af Suður-Ameríku og hella því í sjó í Norður-Atlantshafi í 2 ár, þar sem megnið af þessu sojaprótíni endar sem mengun, fyrir bara gegnum laxir, endar sem mengun á botninum, slátra eldislaxunum og fljúunum á markað. Þetta er ekki góð aðferð heldur við matarframleiðsluna. Þú nefndir líka mikilvægi, efnahagsleg mikilvægi. Hlutfall starfa við sjókvíaeldi á Íslandi er 0,2%. Það er nú allt og sumt. Ársverk, samanlögðu fjöldi ársverka allra sjókvíaeldisfyrirtækjanna, og þetta kemur bara fram í ársreikningum þessara fyrirtækja sjálfra, um 500 störf, 500 ársverk á ári. Dominos er stærra en stærsta sjókvíaeldisfyrirtækið. Það eru 233 ársverk þar. Þannig að bara Dominos er helmingur af þeim störfum sem sjókvíaeldið býr til á Íslandi. Ég er að tala um beinstörf. Þannig að þetta er... Þetta er bara tölur. Ég er ekki... þetta er bara tölunar sem liggja fyrir. Já, en þú flettir þeim svolítið sérkennilega fram að mínum mati. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Við náttúrulega þurfum að horfa til þessa brautubyggðir og er eitthvað sem að var að leggja staf að stórum hluta áður en að fiskeldi kom til kastana. Og þetta hefur valdið til dæmis gríðarlegri aukningu á Vestfjörðum. Þú talar að það sé einhver örfá störf sem eru í þessu, það eru náttúrulega fullt. Ég sagði ekki örfá störf, ég sagði bara fjöldi starfinni 500. 0,2%. Já. Þannig að, þú veist, í hlutfallslega er þetta örfá störf. Það er þín orð, ég sagði 0,2%. Ok, en þá þurfum við að horfa til þess að það eru fullt af afleitum störfum sem eru iðnaðarmenn og fleira sem að þurfa að sinna allskyns þjónustu. Man eins og þegar lögður niður fiskvinnsluna á Þingeyri, að þá leiti það náttúrulega til þess að fólk misti afleitt störf og það að segja þetta sé bara 0,2% og sé bara svona hálfpartin eins og Dominos, mér þykir það ekki alveg vera heiðarleg framsetning út af... Ég sagði það ekki, ég rækti bara tölundar, hvernig þú túlkar þessi heiðarleg, ég lagði fram bara tölur á borð. En við erum aftur að tala út af því að þú talaði líka próteinið. Framboð og fæði stýrist líka að stórum hluta eftirspurn, þannig bara virkar heimurinn okkar í dag. Það að við ætlum að fara að segja að fólk að það er ekki að kaupa þessa gæðavöru sem ég til þess að fiskeldis sjókvíalax sé, út af því að við getum verið að borða ansjósur eða annað sojaprótein frá Suður-Ameríku, þá erum við einhvern veginn bara búin að segja okkur frá því í fyrsta lagi að við séum með störf í þessum byggðum
og líka það að við erum þá bara búin að taka okkur út úr virðiskeðjunni. Það að við getum á annað borð verið að nýta þessi hráefni til þess að búa til geðvöru sem að vissulega eftirspurn eftir. Þú talar þetta sem lúxusvöru. Þetta það vissulega sem ástæðan fyrir því að þetta hendar okkar hagkerfi gríðarlega vel út af því hér eru há laun, hér mikill framleiðslukostnaður og hér eru háir skattar sem að þýðir það að við þurfum að vera með lúxusvörur. Þannig að það í rauninni bara frábært að einmitt að við getum nýtt þessi prótein í það að búa til eitthvað miklu betra til þess bæði að halda uppi hagvexti hérna. En ertu komin á flótta núna frá hugmyndinu mataröryggið og framleiða? Nei. Það komið ný plat á fónin? Nei, þess vegna sagði ég líka að við erum með framboð og eftirspurn. Eftirspurnin liggur ekki í sojapróteini til Kína þegar þeir eru að reyna að versla inn eldislax. Ég nefndi heldur ekki. Nei, ég er ekki að segja þú nefndi eitt. Ég er að segja að við erum með fullt af öðrum stóðum í þessum hugmyndum sjókvíaeldi sem að mér þykir þú svolítið svona kastað bara til hliðar eins og ég segi. Það er framboð og eftirspurn. Ef það er eftirspurn eftir þessu próteini að þá hendar það okkar hagkerfi gríðarlega vel. Það er líka með fæðuöryggi að gera því að það prótein sem að verður til það prótein sem að þarf ekki að vera til einhvers annar staðar. Við gætum alveg verið að tala um það að við gætum fara að borða skordýr en aftur á móti er ekki eftirspurn eftir því að fólk fara að borða skordýr. Við getum líka að tala um það eins og margir sem eru til dæmis vegan og það var svona svolítið vinsælt kringu 2019 að það var að tala um það að við getum bara verið að borða sojabönir út af því að það er próteinríkara heldur en magn af kjöti sem við verum að borða en það er aftur á móti ekki eftirspurn eftir því. Þannig að já, að sjálfsögðu hefur þetta líka að gera með fæðuöryggi þegar og kannski er þetta lúxusvandamál okkar Vesturlanda, að við getum verið að velja úr hvaða prótein við erum að setja í okkur út af því að við búum bara við þannig lífskjör. En það breytir því ekki að prótein á einum stað er prótein sem þarf ekki að vera til á öðrum stað. Þannig að fæðuöryggi er alveg 100% hluta af þessu. Já, þetta er mjög góð punktur því að meðal annars sem hefur verið sagt frá og gerst er að vegna eftirspurnar eftir fiskolíu og fiskimjöli í fóður fyrir eldisfisk þá hafa fyrirtæki verið stunda rányrkju af uppsjávarfiski undan vesturströnd Afríku. Beinlínis að taka prótein sem var þar á matardiskum heimafólks áður, taka það burtu, nýta það í fóður fyrir eldisfisk annar staðar. Þetta er skuggahliðin á ýmsu fiskeldi. Ég er ekki að segja neinum að borða skordýr eða soji. Sko ég borða íslenskt lambakjöt og þorsk og íslenskt sjávarfang. Hefur smakkað eldislax? Já, ég smakka eldislax og dýrindi safið, ekki sammála með. Sko ég er löngu hættur að borða eldislax en ef ég veit hann kemur úr landeldi þá sný ekki upp á mig sko, en mér að bleika fiskinum finnst mér bara bleikjan yfirburða matiskur. Hún er öll alveg á landi í ferskvatni og svo miklu betri heldur en lax yfir höfuð og það mér alltaf fundist betri. En sko, þú segir að yrði ekki byggð á þessum stöðum. Mér finnst þetta skortur á sjálfströst yfir hönd þessara byggðarlaga. Þessar byggðir hafa verið hana áratugum og öldum saman og verða hana enn þegar norsku sjókvíaeldisfyrirtækin fara. Þetta er ekki spurning hvort þau fari, þetta er bara hvenar. Og það er dálítið svo að grimma í þessu að fólk sem heldur fram að sjókvíaeldi muni bjarga íslenskum byggðarlögum við sjávarsíðuna, þau eru ekki að segja að fólkinu þar satt og rétt frá. Útskýrðu? Nú er ég bara að vísa beinlinis inn í þessum analistar á þessum markaði og innan og geiranum sjálfum segja. Atli Æði er einn af svona þekktari sjókvíaeldismönnum heims, var formaður stjórnar Salmar sem er meðal annars eigandi Arnarlax og eitt stærsta sjókvíaeldisfyrirtæki heims. Það eru 2 ár að minnstu síðan hann sagði 4 ár síðan hann birti grein í Indrafis sem er stærsti fagmiðlum sjávarútvegi í heiminum. Og hann sagði bara dagar opin sjókvíaeldis eru taldir. Og hann spáði að upp á 2030 yrði umhverfið orðið þannig að sjókvíaeldisfyrirtæki sem væru ennþá með opna sjókvíar ættu orðið mjög erfitt vik
með að koma vöru sinni á markað vegna þess að neytendur myndu vita hvað afleiðingar þessi aðferð hefur fyrir náttúruna, mengunum svo óbásleg og ekki síður fyrir eldistíðni sjálf. Því þetta óbáslega grimmdarlegur verksmiðjubúskapur og bara af þeim ástæðum hefði ég haldið að fullt af fólki myndi ekki vilja borða eldislax. Á undanum árum hér við Ísland hafa það bil 40% af þeim eldislaxi sem hefur í kvíum ekki lifað af eldislotuna fram að slátrun. Þeirra drepist vegna lúsáverka, vegna þörungablóma, vegna marglitna, vegna sníkjudýra. Þetta róa, við sjáum þessar tölur ekki neinum öðrum próteininnaði, hvernig farið með eldislaxara. Kaldvík í fyrra, sem stóra sjókveldisfyrirtækið á Austurströndinni, það var sekta fyrir brot á dýravelferðarlögum á MAST og öðru miklu umfangsmeira máli vísað til lögreglu en þó til rannsóknar. Hlutfallið þar af dauðum fiski enn hærra en 40% í eldislotunni. Þannig að þessi aðferð líka, ef þú leggur saman fórnarkostnaðinn við hana, gagnvart náttúru og eldisdýrunum, þá þetta óásættil aðferð. Þú nefndir brothættar byggðir og það gleymist svo oft í umræðunni að það bil hvað ætla að sé, við erum að tala 60% tekjum bænda á Vesturlandi koma af veiðihlunundum. Við erum í kringum 30% á Austurlandi. Þetta ekkert bændur, þetta einhver fjárfestar? Nei, það það ekki, það mikill misskilningur. Fjárfestarnir eru vissulega þarna, en þeir eru lítið brot af þessu. Þetta bara venjulegt fólk, bændafjölskyldur þurfa fleiri en eina stoð undir sinn búskap. Þetta vitum við. Pabbinn mögulega að kenna í skólanum eða gröfukall eða mamman eitthvað þess áttar. Og veiðihlunnindi eru bara einn á grunnstóðum í íslenskum landbúnaði. Og ef henni verið kipt út vegna áhrifa sjókveldis á erfðablöndunina. Erfðablöndunina, já. Lúsin og annað sem skaðar stofnana og þetta er byrjað að gerist á Noregi. Það 2 ár síðan byrjað að loka ám í Noregi fyrir veiði vegna þess og þetta bara kemur beint úr tilkynningu umhverfisstofnunar Noregs vegna áhrifa loftslagsbreytinga í hafi og afleiðinga sjókveldis á laxi í fjörðum landsins á villtastofna Noregs. Þannig þetta og við erum að tala alvöru risa hlunnindi fyrir bændur en líka tekjur og skatttekjur fyrir viðkomandi sveitafélög. Já, ég ætla að fá aðeins að spóla tilbaka þú nefndir þennan mann sem taldi að sjókvíaeldi sem var hjá Salmar og telur að sjókvíaeldi minni ekki koma til með að vera fyrir hendi. Það ekki í endurspeglun á því sem hefur verið að gerast undanfarið þar sem að fiskeldi að aukast alveg gríðarlega og það að segja að þetta muni einhvern veginn leggjast af út af því að neytendur muni þetta að sama eins og við heyrðum reyndar marga náttúruverndar sinna að segja líka kjötina og fleira. Þú talaður afföll sem kringum 40%, já það vissulega búnaðarslys en hver hefur mesta hagsmuni af því að slík afföll verði ekki fyrir hendi. Þetta iðnaður sem í þróun og það stanslaust að vera að skoða kynlausan lax, að vera að skoða lasergeisla mál sem hefur að gera með það hvernig þeir losa sig við lúsina. Ég veit að til dæmis eins og Háafell og Ísafirði nota bæði hrognkelsi og eru að nýta hvað tæknin þar sem að ef að lúsin fyrir hendi þá geta þeir hitaði gegnum svona ákveðina báta þvo fiskana og svo þeir með þessi lasergeislamál sem alveg ótrúleg tækni og ég reyndar fór til Gauta og ég sá þetta í eigin raun þegar ég fór og heimsótti Ísafjörð fyrir það bil 2 árum. Þannig að þeir hafa langmesta hagsmuni af því að þessi afföll séu ekki fyrir hendi. Það eru afföll í öllum svona landbúnaðar greinum. Ef að riða kemur upp á Suðurlandi þá erum við ekki að tala það að það þurfa að fella öll lömb á landinu. Aftur á móti þegar að eitthvað svona slysasleppingar eða eitthvað annað eða lúsabit eins og gerist í Tálknafirði kemur upp að þá talað það að það þurfa að loka öllum sjókvíaeldum. Í fyrsta lagi þetta náttúrulega það að ef einn ekki standa sig þá hann ekki allir ekki að líða fyrir það
en í öðru lagi þá hafa þeir langmesta hagsmuni af því að vera ekki í því að vera að missa marga fiska út af kvillum, hvort það séu sýklar eða annað. Þú talar sóðaskapinn. Það bara búið að skoða við hvílum firðina meira hér heldur en til dæmis eins og í Noregi og reyndar nokkuð staðar annars staðar. Í Færeyjum eru þeir í miklum uppvexti og þar svona samfélagsins sáttötum, en ég held að sé út af því að þeir eru minna byggðarlag og gera sér grein fyrir því að nú þegar til dæmis að gefur á bátinn á ýmsum sviðum í efnahagsmálunum að þá getum við ekkert verið að tala það að leggja niður ákveðna grunnstoðir byggða víðsvegar landið, en svo aftur á móti eins og ég til að höfuðborgarsvæðið þurfa að fara að gera sér grein fyrir að verðmætasköpunin verður til á landsbyggðinni. Ég var akkurat að fara yfir tölun Já, ég veit það, en ég er að segja en þú veist, núna erum við bara í þeirri stöðu, þú veist, það að gefa bátinn, það óljóst hvernig framþróunin verður í alþjóðastjórnmálunum. Mér þykir skrítið að miða við þessar forsendur að sé bara verið að tala já, það verður bara, þessu verður öllu loka hvað sem þegar að einmitt, þetta ein af þeim stóðum sem að þrátt fyrir óróleika í alþjóðakerfinu einmitt í mikill uppbyggingu og það mikið verið að reyna að læra af því hvernig nákvæmlega hægt að gera þetta betur og það eru margir sem, og ég veit að þeir bíða bara í höngu sínum, þeir sem eru að stýra þessum fiskeldisfyrirtækjum og ég fæ ekki greitt frá neinum að þeim, ég aftur á móti hef tengslu við Vestfirði og ég veit bara að það mikil framþróun og í rauninni eins og Geiri sem ég hef kynnt mér, það sem hvað mest framþróun sem nákvæmlega bíða eftir nýjungum og bíða eftir hvernig þetta betur bæta þetta, en aftur á móti við hvílum fyrir þennan meira og ef að þessi fiskeldi yrðu hreinsuð í fyrramálið, að það myndi ekki sjást á fjörðunum eftir 3 mánuði. Það meira þess að út frá óháðum greiningaraðilum sem að þurfa að koma að taka úttekt á fjörðunum þegar að og hvenær þeir eru nægilega heilbrigðir til þess að fara að rækta nýju. Þannig að það einhvern veginn að svona segja mengunin sé svo hræðileg og að það sé einhvern veginn að eyðileggja firðina. Þetta einhver sala sem að ég kaupi ekki einfaldlega í dag. Út af nákvæmlega þessu, við erum að hvíla firðina meira heldur en aðrir og ef þetta hreinsað út þá myndi ekki eins og sjást að hafa verið fiskeldið hana eftir örfáa mánuði. Sko, þetta því miður ekki alveg Kóttum að, skjóttu þetta niður. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Sko, það sem kemur úr kvíunum fyrir beint í sjóin ekki bara lífræn afurð, það ekki bara fiskaskíturinn og fóðurlaugarnar. Það ofboðsleg plastnotkun í þessum innaði. Fóðurrörin eru úr plasti. Þeir blása fóðurköglunum margra kilometra net af rörum út í kvíarnar, hörðum köglum og þau eru bókstaflega að sandblása rörin innan með þessum köglum. Öll netin eru úr plasti, flotringin úr plasti. Afleiðinnar þessu gríðarleg örplastmengun í kringum þetta sjókvíarnar. Hvaða áhrif hefur örplastmengun? Ekki góð. En hvað það? Hún hefur mjög slæm áhrif á sjávar lífur almennt. Hvernig? Hún veldur bólgum í þeirra líffærum. Það vill enginn hafa örplast í sínu kerfi. Iðnaðurinn nánast að fóðra eldislaxinn sinn með örplastögnum sem berast með fóðrun gegnum rörin, fyrir utan allt sem losnar af netunum og þess þar. Þeir nota þungmálma utan á sem ásætu varnir, koparoxid heitir það, utan á hann að vaxi ekki gróður á nótunum, netapókunum. Þessi þungmálmar, húðin, þetta brotnar smám saman af og leysist ekki upp í náttúrunni. Þannig að þú munt sjá ummerki sjókvíaldi í fjörðunum vestan mörgum sinnum lengri tíma en 3 mánuði vegna þessara mengunar.
þeir eru að dæla skordýraeitur og lyfjafóðri út á lúsinni beint í hafið. Þetta verður afar slæm Þeir eru áhrif á- hættir að nota lyfin. Nei. Það er það sem þið segja. Já, þeir eru ekki hættir. Þeir heldur 2016 heldur að laxalús er ekkit vandamál í íslensku sjókveldi vegna svona hafði ekki verið þar fram að því. Frá því 2017 búið að eitra 80 sinnum fyrir vestan og þar af 20 eitthvað sinnum bara í Arnarfirði. Og þeir eru ennþá eitar, þeir voru eitar núna síðast í vor. Þannig að það er miklar eitanir í gangi. Þvert á þessi fyrirtækin heldur sjálf, þvert á þessum sérfræðingar mast heldur sjálfur. Hafró hefur lýst yfir áhyggjum yfir þessar miklu eiturefnanotkun í kvíunum. Ekki bara vegna áhrifa á lífríkið, heldur líka, og þetta er enda kemur fram í fundargerðum fisksjúkdóma nefndar, Það getur verið, ég leiðrétti, ég er ekki alveg 100 hvort það hafi verið en hann talaði svona að sýklalyf væru ekki En það er ekki sýklalyf, ég er ekki sýklalyf, ég er að tala skordýraeitur. Já. Sýklalyf er ekki notuð í sjókveldi við Ísland. Ég er að tala deltametrín og skordýraeitur sem notuð gegn lúsinni og hefur áhrif á aðrar lífverur í sjónum. Þannig að þetta er mjög alvarleg og slæm mengun sem verður í fjörðunum og í fyrra með 50.000 tonn sem voru hér af eldislaxi sjókvíum þá er það mengun bara á við 800.000 manns. Þarna við erum með lífrænan hlutan, lífrænan álagið en ofauðgun næringarefna hefur aldrei góð áhrif. Þú myndir prófa að þekja túnið þitt með skít, það myndir steindrepa allt grasið en lítið magnaði væri fínt fyrir grasið en mikið magn, ég tala ofauðgun næringarefna, það drepur og eyðileggur botninn. En má ég skjóta inn í, ef að þetta er rétt, af hverju er þá, ég held að Hafró hafi verið að gefa út leyfin fyrir þessu, af hverju er þá leyfi fyrir 104.000 tonum sem er nánast tvöfalt meira? Af hverju gera þessar greiningaraðilar ráð fyrir því að ekki nóg með það að þetta sé í lagi með þær forsendur sem við erum með í dag, heldur væri þetta tvöfalda það án þess að það myndi koma til með að hafa teljanlega áhrif á lífríkið? Við erum með, það eru tvö svona, tvær stærðir þegar kemur að magni sem má tala óhætt að ala í sjókvíum í Ísland. Annars er mat upp á 106.500 tonn sem heitir áhættumat erfðablöndunar og það er mat Hafró það sem er gert ráð fyrir hversu mikið viltistofninn þolir að mögulegri innblöndun í ár við sleppifisk úr sjókvíum. Þetta mat er kolfallið með innan við 40.000 tonn í kvíunum. Við höfum séð erfðablöndun langt umfram það sem hefði átt að geta gerst með innan við helming af því magni sem Hafró gerir ráð fyrir væri óhætt. Þannig það nummer 1 er það bara erfðablöndunin er meiri heldur en gert ráð fyrir með 600.000 tonnum átti að vera óhætt en við erum með miklu meiri erfðablöndun ánum nú þegar með það bara 1/3 af því magni. Er það ekki bara því að þessir sjóstangs sölumenn eru að búa til seiði sjálfur með norskum seiðum held ég? Nei, þeir eru ekki að því. Nú erum við kálað, sko. Já, þeir eru ekki að því. Þeir ekki að því? Nei. Getur þú staðfest það við mig að það er enginn sem er að reka svona á sem er að auka við magn lax með seiðum í sinni? Móri? Já, það er enginn að því. En er einhver að setja seiði í svona eigin firði? Sko, það sem betur fer hefur löngu búið að stoppa hugmyndir að flytja seiður einni á yfir í aðra. Það er yfir 30-40 ár síðan seiðaframleiðslu ríkisins og nótabenni hafa ríkisins stóð í þessu. Héldu að það væri að gera ám gagn með því að flytja seiði úr öðrum stofni í aðrar ár. Í 30-40 ár síðan það var hægt. Menn er að rækta upp ykkur leyti eigin stofn, kreista og þess að það er í ánum. Ég er ekki hrifinn af, í mínum huga að það á bara að leyfa villta laxunum vera sem mest í friði. Náttúran er með meiri þekkingu heldur en verkfræði kunnótta manns. Þetta er nákvæmlega húbris mannkins ofta að taka fram í fyrir hendur náttúrunni
Þannig og að bera saman sko seiði líka vilt íslenskra laxa milli áa, einhverja flökku og norsk eldislaxi sem húsdýr, það aldrei eins og að bera saman sko handsprengju og kjarnungarsprengju. Þetta svo óbóðslega ólík áhrif. En sannarlega mikil mengun á þessu. Þú talaður áðan að við spólum aðeins aftur að væri eins og að væri eitthvað ákallum á lokus. Við erum raunveru bara að segja í mínum röðum. Það bara því hipparnir og einhverju lagsmiðmenn með ljót gleru. Nei, við segjum bara, heyrðu, og mér langar að fá þína skoðun á því. Er óeðlilegt að það veri bara lagt grundvallar svo einfalda lína að þú ætlar að byggja upp einn atvinnuveg, þá svona grunnforsenda að það veri gert með þeim hætti en eyðileggja ekki annan. Finnst þér óeðlileg hugmynd? Nei, en aftur á móti eitthvað innan kapitalisman sem heitir creative destruction og þegar að það eitthvað fyrir hendi sem að kemur með nýja tækninýjung og þá oft leiðir það til þess að annar atvinnuvegur leggst af. Ég tel ekki. Þú núna verið að tala að þurrka út viltan stopp sem þú var að eldi stýrið. Já, þú telur að hvílir á heilbrigði vilta stoppsins. Já, fyrsta lagi náttúrulega svo ævintýralega óvilíklegt að erfðablöndun á sér stað á fiskeldislax í samanburði við viltalaxinn, einfaldlega út af því að hann plummar sig ekki vel í náttúrunni. Þetta eins og að vera með villukött og húskött sem kastað inn í náttúruna. Ég held að þetta sé ekki eitthvað sem áhyggjefni persónulega eftir að hafa aðeins kynnt mér þetta. Kristján Kristjánsson var einmitt með einhvern stangu emman í viðtali fyrir 3 árum held ég. þar sem hann mætti með Heiðrúnu Lind og Kristján Kristjánsson sagði að mínum að þetta er réttilega bara ég er búin að reyna að leita í þessu gögn sem að þið eru alltaf að vísa í það var alveg sama hvað rannsóknum maður skoðar það virðist ekki styðja við eitthvað málstað og þá var það einmitt út frá þessum svona erfðablöndunar hugmyndum ég held að þetta Ég er nú ekki viss að Kristján myndi kannast við þessa uppröðun því að öll gögnið þóran eru beinlínis í hinn áttina Ég skal spila hérna núna bara þennan bút og svo hérna held ég áfram með viðtali Eruð þið ekki að ofmeta áhættuna af þessari erfðablöndun? Það er allavega sem ég gat ekki fundið einhver svona endanlega tölur en það er tölur sem ég fann þá fiska sem að veiðast í ám eða finnast í ám sem að eru eldisfiskar eru nú ekkert sérstaklega háar. Það er vaktanir sem hefur gerðar af Hafrannsóknastofnun sem hefur meira meina séð þetta en ásatt líka einhverjum einstaka vísindamönnum og það bendir til þess að það er orðin nú þegar töluverð erfðamengun frá þegar var 2021 gerð rannsókn eða vöktun að þá komið ljós að þau sýnis var tekin úr nokkrum ám voru sýndu 10% erfðamengun og það er 2001 okkur vantar ennþá upplýsingar raunverulega erfðamenguna sem er komin eftir 2003 sleysið og núna 2005 sleysið og það er ekki bara þannig að erfðamengu verði þegar að stóri stróki verða sem við sjáum og verðum vitnað það er stöðugur seiðarleki frá opnu sjókveldi sem er smám saman að koma inn í árdarokkar og það er mjög erfitt að greina þessa fiska þú veist, fiskar eldislax sem búið að vera lengi í sjó þeir eru búið að missa mörg af þessum eldiseinkennum þannig að veiða með þess að veiða fiska sem þeir halda sér viltu fiskur er það kannski ekki hann er kannski eldisflags skortir raunverulega vitneskju þetta er það ekki til þess að fullirst þetta eða hvað? Okkur skortar hann ekki, við sjáum afleiðingarnar við vitum okkar afleiðingar erfðablöndu verða það er búið sjálfstæði í Noregi og annars þar En hvað segir þú við þessum rökum sem Heiðrún er að tefla fram að þessum efnahagsrökum? Það er nú alveg óhorfið hvað manni finnst þetta þá er þetta bara staðreynd máls að við höfum þessi atvinnuvegur hann er það sem hann er Já, menn það ger engin lítur honum það vil enginn að sjá það að byggðir í prótættum þorpum sem hafa verið prótættar lengi að það þurrkist út að vera aftur eins og var það vil það enginn og við viljum bara ekki sjá að þessi verðmætasköpun verði byggð upp á því að það verði eyðileggja eignir annarra eyðileggja eignir landeiganda sem að nýta er með einhverjum hægt að róa ykkur, er ekki bara kategórisk afstæða ykkar svo að þetta gengur ekki og það er alveg sama hvaða aðferðum er beitt eða hvað? Nei, að því við erum að segja við erum tilbúin að gefa fyrirtækinu frest til þess að koma sér upp raunverulega lokuðum kerfum
og við erum þessi reynslega til, það er búið að ala margar kynslóðir af eldisláksum í lokum kvíum. En hérna hvort hann hérna þetta er ekki svona þessi þáttur sem þú nefnir hérna hluti, þetta er ekki svona sko deiluefni nema í mjög þröngum hóp, það er bara erfðablöndunin er bara viðurkennd og til staðar og öll tölfræðin frá Noregi og Íslandi sýnir hún er til staðar og það er bara að vita, þetta er bara Darwin. Þetta er nefnilega Darwin, nákvæmlega. Já, þetta er bara Darwin og þess vegna er svo ólíklegt að þessi stofn muni koma til með að leiða af sér hérna hrygningu og fleira sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Sko Darwin myndi reynsa þetta út á einhverjum áratugum, en ef þetta er ár eftir áratug, sleppilags, húsdýrið, blandast vilt af stofnunum, þinnir út genin sem orðið til á 10.000 árum, þá endar þetta bara á einn veg og það liggur það bara, allir sem hafa grunn á þekking og Darwin átta sig á því. Þú ert að minnka erfðafræðilegan fjölbreytileika sem hefur orðið til á 10.000 árum með því að verði ríkjandi gen og dýri sem hefur verið kynbætt á síðustu 50 árum með vaxtarhraða og ákveðnar síðbúin kynþroska sem aðalefni. Já, ég ætla ekki að gera svo frakkur að geta verið sérfræðingur í erfðablöndun, en aftur á móti að þá tel ég þetta vera, ef að jafnvel, eins og þú stillir þessu upp, vera eitthvað sem að er það ólíklegt að fórnarkostnaðurinn er vissulega jákvæður, plús það að við erum líka að horfa upp á að það er alltaf verið að reyna að bæta nákvæmlega þetta. Þegar að fiskar komast í árnar og þá er einmitt fyrirtækin fyrst út af því að þau náttúrulega þurfa að halda út í sitt PR, það eru fyrst á svæðið til þess einmitt að reyna að passa upp á það að það er slysasefningar sem hafa átt sér stað. Arctic Fish er ekki ennþá búið að borga fyrir hreinsun á 2023. Það eru bændur í málaferlum bókstaflega við Arctic Fish því Arctic Fish neitar að taka þátt í kostnaðunum vegna sleppi fiska frá þeim. Þóran, þetta er staðan og þess vegna sagði ég áðan og við komum aftur þessari spurningu sem ég lagði er ekki eðlilegt að uppbygging svo ég fá að klára þetta með erfðablöndunina ég meina, það er það ólíklegt að það gerist að já, vissulega telja að fórnarkostnaðurinn sé jákvæður út af því að við þurfum að horfa til annarra sjónarmiða og ég held pínu að einmitt eins og á undanförnum árum þar sem að við höfum getað verið með ævintýralega vitlausar hugmyndar að mínum mati alls konar málefni þar sem við getum bara, já, nei, leggjum bara niður þetta, það er ekkert málefni og svo allt í einu erum við að gera grein fyrir því að við erum bara í frekar óstöðugu alþjóðakerfi, við erum komin á stað þar sem að verðbólgan er himinhá, verðmætasköpun á mann er ekki jafn góð og nætti að vera, hins vegar hefur Konráð Guðjónsson aðeins hrakið það át af því við höfum náttúrulega tekið út styttingu vinnuvikunar og fleira þess áttar, en óháð því að þá eru lífskjör hér að verða verri og það er ekki mikill húmor fyrir því að við séum með fólk sem er bara bókstaflega berjast fyrir því að bara loka niður alls konar atvinnuvegi til þess að tóknast einhverju sjónarmiðum sem að ég reynda til að minni hluti þjóðarinnar styðji. Þú segir að meiri hluti þjóðarinnar sé á móti því sjókvíaeldi. Ég held að ef við myndum bara taka niður tölunar á því hversu mikil þetta er að bæta ýmsa stóðir á landsbyggðinni en líka, þeir borga himinhátt auðlindagjald og eru reynda að borga það er ekki hátt
Það mjög hátt. Nei, það ekki hátt. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar kom fram að gjaldtakan stendur ekki til kostnaðar opinberra. Leið mér að klára þetta og bara út frá því að við erum einmitt með atvinnuveg sem í vexti og þetta atvinnuvegur sem að það var nú bara fjallað það núna í speglinum fyrir aðeins örfáum vikum að þetta í gríðarlegum vexti allstaðar og mun koma til með að leiða af sér mikinn hag fyrir bara mannskeppnun á jörðinni einmitt út af því að við þurfum prótein. Sko, þú var ekki að gera Já, ég veit landeldi, fiskeldi ég nefndi á það, við fórum yfir það að laxeldi bara 4% af því sem framleitt í lagareldi. Þannig að búa til prótein í sjó með það sem býr til prótein með nægurefni sem ekki nýtast mannkynni, það réttalega fram. Laxeldi í sjó ekki svo leið. En myndi það finnast í lagi að vera með sjókvíeldi í sjó á öðrum tegundum? Sko það bara... Nei, en fyrst það lagi? Ég veit ekki hvaða tegundar þú ert að tala um. Nei, bara einhver önnur tegund. Það þyrfti alltaf bara að skoða. Sjókvíeldi og þorski var ekki skynsamlegt fyrir okkur. Nei, Jón, þú ert bara á móti þessu. Nei, þú spurður. Ég sagði, þú getur ekki bara sagt, ertu steinandi sjókvíeldi almennt? Nei, þetta maður skjóta henni og þetta það sem því sem þú gerir eins og það ákveðin svona víglína sem þið mótið og þá auðvelt að berjast í því en ég held sko að þetta sé bara við viljum bara ekki að það sé verið að hafa afskipta af fjörðunum ég man ekki hvort það að vera viðtalið við þig eða annan ég sammála allir með sér svo Seyðisfirði þar sem einhverju voru að berjast fyrir því að það fiskeldi og það ég bara heyrðu bara nálægareglan. Þeir sem að búa í þessum fjörðum eiga bara að fara að ráða þessu. Ef að það mikil andstaða hjá þeim sem eru á móti þessu, þá eiga þeir bara að fá að ráða. Alveg eins og að einhverjir töðarar hérna á höfuðborgarsvæðinu sem vilja bara vera á einhverjum bómefnbyrjum styrkjum og vera í einhverjum lala-störfum að gera einhverja sérkennilega hluti, þeim eiga bara vera í því. En þeim eiga ekki fara allir til Vestfjarða og segja, herðu, ég vil fá að loka þessu, þú ert að eyðileggja firðina mína. Þetta fólk sem að berjast í náttúruna með því einmitt að... Hvaða fólk ert að lýsa þannig? Ég bara einhverjum hippum á höfuðborgarsvæðinu. Ég er Þetta svona að taka hann sko smjörtorkið og bara strábakkan, skilur þú. Þú ert búin að smyrja saman úr smjöri og strágeitir fyrir utan IKEA. Ok, ég skal gera það einfaldara. Þú skilur hvað fólk sem á höfuðborgarsvæðinu á ekki að vera að skipta sér af því hvernig fólk að haga sínum málum á landsbyggðinni ef þeir eru konum með grunnundirstöður en eru samt sem aður að keppast við því líka að halda sjónarmiðum höfuðborgarbúa í lagi svo að þeir séu ekki að bölva þeim á alþingi. Látið þetta fólk bara í friði, þau að fá að standa undir sínum atvinnurekstri, alveg eins og Seyðisfirðingar geta sagt nei við því að fá fiskeldi í sinn fjörð ef þeir eru á móti því. En þetta sjónarmið sem þú hlýtur þá að geta yfirfært þessa skoðun á sjónarmið bænda. Þú ert að tala hann verið hagsmunum 3 stórfyrirtækja sem eru skráð í Kauphöll Noregi, sjókvíeldisfyrirtækjana, gegn hagsmunum það bil 2500 landeigenda, langstærstur hluti þar af eru íslenskir bændur. Það að tala sem eru með ár, að selja ár. Já, okay. Þannig að af hverju hefur þú þá skoðun á nú þetta rökstiða búandi á höfuðborgarsvæðinu stiða sjókvíaeldi gegn hagsmunum bænda sem hann móti í? Akkur leifir þú þér að hafa þessa skoðun? Ert þú einn af þessum dúttum sem varst að lýsa svona fjálglega hér áðan? Ég er malbikaðasti maður sem að þú getur fundið. Hann raunur og ætti, að ég er ekki sammála þér, þú ert þessar skoðun, þá ætti ég að mega hafa skoðun málinu. Það er örugglega frekar, Nei, alveg, Þetta það sem heitir í alþjóðastjórnmálum spillover effect og tragedy of the commons. Það að segja að það sé einhverjir hlutir sem að vegast á án þess þó að þeir hafi svona í beinni samtengingu. Það að segja að það er fiskur sem að fer út í ár eftir einhverja slysasleppingu og að þeir ekki bera ábyrgð á því út að þeir eru ekki á staðnum og öfugt. Ég bara, ég ekkert einhvern nei, þetta bara einhverjir vælandi bændur sem ekki að hafa aðkomu að því að geta sagt komið sínum sjónarmiðum á framfæri. Hins vegar að eins og var að rekja á hann þá erfðablöndunar hlutin
mjög ólíklegur og að sjálfsögðu hafa þeir hagsmuni, þetta milljarða business að vera að selja leyfi í árlega og sérstaklega náttúrulega vinsælt núna á sumrin og verður sífellt vinsælla, að sjálfsögðu að þau sjónar með að vera veginn inn í, en hins vegar að þá erum við að tala atvinnuveg sem í miklum vexti, þetta gæti og eins og kemur bara fram í skýrslum, orðið ein af viðbótarstoðum í hagkerfi Íslands. Veistu hvað þessi fyrirtæki töpu á síðasta ári samtals? Já, bara Íslendingar hafa grætt á þessu, ég alveg sammálaðið þar. En veistu hvað fyrirtækin töpu á síðasta ári? Töpu? Nei, það mun ég. Töpu 15,3 milljörðum á síðasta ári. Auðlindagjöldin eru alltaf há, við erum sammála það. Auðlindagjöldin eru 13% af þessu rekstrarkostnaði og eins og fram í skýrslu ríkisendurskoðanda hefur gjaldtakan af þessum iðnaði ekki staðið undir kostnaðins opinberra af honum. Þetta er svona einkennilegt líka. Hluthafar hafa bara tapað á þessu, ég er alveg sammálaður. En aftur á móti eru störf, það eru afleidd störf, það er peningur sem kemur inn í bæjarfélögin sem er ágóðinn. Ég er ekkert að tala fyrir hönd hérna ég vil ekkert einhverjana hluthafar séu eitthvað græða stórkostlega, aftur á móti myndi það ekki trufla mig og myndi finnast það frábært en það myndi standa undir því að þetta myndi koma til með að stækka. Hins vegar að þá er þessi grunnsjónarmið landsbyggðarinnar eitthvað sem að mér finnst vega langþyngst. Ertu að tala um bændur núna? Nei, ég er ekki að tala um bændur. Bændur? Já, bændur. Ertu ekki að tala um bændur? Nei, ég meina, ég held að segð mér hvor sjónarmið vega þyngra að þú talar um sjónarmið landsbyggðarinnar? Ég held að hvor vega í þínum huga, hvor vega þyngra fulltrúar norsku kaupallafyrirtækjana sem skapa hér það bil 500 ársverk eða sjónarmið íslenska bænda yfir 2000 fjölskyldna á landinu. Þú vilt spila á þessum öllu sjónarmið landsmiðan. Þú ert að segja að annað útilokar hitt sem ekki í stað. Ég sagði það ekki, ég spurði hvor vega þyngra. Ég spurði ekki annað. Það er bara sjónarmiðin. Já, hvort í þínum huga. Ég tel að sjónarmið ef við myndum taka bara lýðræðislega kosningu á Vestfjörðum. Nei, við erum að tala um landsbyggðinni, ekki Vestfjörðum. Á allir er landsbyggðinni. Þú sagðir, það er þitt orð á landsbyggðinni. Já, á landsbyggðinni, ok. Já, ég eins og sagði, að þyngra á Seyðisfirði, þar sem að fólk er bara mótið þessu. Svo var hægt að taka bara kosningu þetta á Vestfjörðum, þar sem bara tekið saman bara telur þú að sjókveldi landeigendur og allir aðrir fengju lýðræðislega kosningu það hvort að fiskeldi ætti að halda áfram. Ég var mjög spenntur undan fyrir að sjá þá kosningu og ég er sammálaður. Ef að það yrði ofan á og þá fengjur landeigendur líka sinn lýðræðislegan vilja að að loka fiskeldum að þá ætti bara að fara að skoða það hvort það ætti ekki að loka fiskeldum aftur á móti ef að fiskeldi væri eitthvað sem að fólk myndi vilja að halda áfram að þá ætti að halda því áfram. Þannig ég er sammálaður að sjálfsögðu að hafa lýðræðislegan vilja í þessu. Pylsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pylsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pylsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pylsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pylsu sem er ekki frá bæjarins bestu pylsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pylsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fáir þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, við vorum að tala um að þú nefndir landsbyggðina, ég var bara forvitin að þú notar landsbyggðina sem sjónarmið. En þá erum við ekki komin aftur að þessu sem ég byrjuðum þetta spjall okkar á, sem ég lít á sem ákveðin lykilstef, sérstaklega við stöndum frammi fyrir bættri lagaumgjörð sem vonandi verið sett einn daginn, á grunnlínan ekki vera svo að uppbygging einnar atvinnugreinar eða ekki aðra. Og ég er ekki að tala um hinn eyðandi sköpunum átt kapitalismans í því samhengi. Þannig er allt aftur komin í að annað útiloki hitt. Já, ég tel að það sé ekki fyrir hendi að það að vera með sjókvíaldi á Íslandi sé að eyðileggja laxastofnun á Íslandi. Ég tel bara ekki svo vera. Við sjáum tölurnar sem við sjáum Þú voru að henda þessu á mig. Nei, við sjáum hvernig þetta gerst nú þegar í Noregi. Við sjáum þetta vera að byrja hér á Íslandi og þess vegna En af hverju gera það Norðmenn ráð fyrir því að halda þessu áfram? Það er bara gríðarleg átök í Noregi þessi málefni og einhverju leyti eru Norðmenn komnir bara
svona fyrir eitthvað hot með þetta, fyrir eitthvað erfitt með að vinda ofan af þessum iðnaði, hann er svo áhrifaríkur, þeir eiga orðið heilu sko stjórnmálaflokkana líka við, þess að við sjáum merkjum að aðrar atvinnugreinar hafa djúp ít og kér í íslensku stjórnmálalífi, þannig að við eigum í þeirri umgjörð sem á eftir að skapa þannig að vitsi íslenskt sjókvíaeldi að gæta okkur og læra mistökum normanna. Og ég var með þá hugmyndina fyrir síðustu kosningar og fleiri og við fórum landið og hittum fullt af stjórnmálmönnum og ræddum með heimafólk í nóvember 2024 og sýndu þar mynd sem heit Árnar Þagna sem fjallaði akkur það sem gerist Noregi og ræddum í myndinu var líka rætt við íslenska bændur hvað áhrif þetta hefði á þeirra byggðarlög ef það saman myndi gerast hér. Ég spurði alltaf stjórnmálmennina hvað finnst ykkur þá hugmynd að sjókvíaeldisfyrirtæki núna við bara ákveðum að gefa ekki neinn í leyfi hefur engu lokað en fyrirtækin þurfa að sýna að þau geti rekið þessa starfsemi á þess að fiskurinn dreipir sér stórum stíl á þess að missi frá sér allt þetta magn af kvíunum áður en næsta skref verður tekið. Nota bene, en enginn þarf að loka. Byrjum bara þannig. Sýnið þjóðinni að þið ykkur sé treystandi fyrir fjörðunum. Allir stjórnmálsögðu já. Þetta var bara fín hugmynd. Svo fyrirtækin ekki tilbúin að gangast undir þetta. Þú sagðir framfarir áðan í þessum iðnaði. Það hafa engar framfarir orði því miður. Víst hafa framfarir orði. Þú bara tölumnar ég veit ekki hvar þú mælir, ég mæli framfarir í því hversu mikið af eldisdýrunum lifir. Ég mæli framfarir í því hversu lítið af eldislöxum sleppur. Ég mæli framfarir í því hversu útbreitt lúsasmitt Allir þessir þættir eru vaxandi í íslensku sjókvíaeldi. Aldrei dreifist meiri fiskur í kvíunum enn í fyrra frá því, þar áður hvert einast ár metár á þessu sviði undanfarin ár. Lúsarvandamálin heldur endalaust áfram. Fisksjúkdómanefnd að bóka á öðru kunnu fyndi að þeir hafa áhyggjur af stöðu lúsar í kvíunum. Já, þannig að þetta ekki framfarir. Jú, þetta eru framfarir og bara leysigeislanir eru framfarir og það fullt af hlutum sem í bígerð sem að munu koma til. Þetta alltaf í bígerð, en þetta ekki... Að sjálfsögðu þetta í bígerð. Já, en hvað ætti þetta að vera annað? Eitthvað sem í bígerð annað en framfarir. Framfarir geta verið... Nei, ég ekki sammálaður því. Ég meina, nei. Ef að það að minnka við lús, minnka við slysleppingar, minnka við alls konar þessu sýngahættum og fleira í bígerð, þá það sjálfsögðu framfaraskref inn í þeirri bígerð sem meðal annars leyserinn, sem meðal annars fullt af einhverjum stóðum. Þóran, þú ert ekki að hlusta hvað þið segja, heldur hvað þið gera. Skilur mig? Ok, við erum komin svolítið samanstæðu vorum á. Við ætlum að ræða fleira. Reyndar. Eitt sem þetta í hug. Sem pólitíkin. Ég var að tala að nennir enginn að hlusta á vinstri woke náttúruverndarsinnuna út af því að fólk bara fekk nóg af því að það væri alltaf verið að skamma það og leggja niður allt og dadíta. Og við erum að pakka ykkur saman í því. Af hverju það? Af hverju eru hægri menn og svona þeir sem eru svona atvinnulífs þengjandi af hverju gengur okkur svona vel og ykkur svona illa meira þess að Jóhann Páll hættur að vera náttúruverndarsinni þeim þess að töpuðu hon ég veit ekki af hverju þú vilt flokka mig sem woke nei, þú ert ekki, ég held að þú sért endur ekki woke en ég er náttúrulega málaði þetta í breiðri mynd þú fattar hvað sjónum ég þú sagði þið ég bara það bara til að hafa þetta spicy já, ég hef verið unnið eigin vegum frá 2010 og bara kapitalisti en ég átti að með eins og líka fyllilega á því að þeir sem eru kapitalistanum hættulegastir eru kapitalistinni sjálfur þetta er aldrei svo rónarnir og brennivinnið þessi koma orð á brennivinu rónarnir og það þarf að hafa taumhald á skepnur eru frábæri að draga vagna og kapitalistanir eru öflugir þar en það er rosalega djúp svona tilhneiging meðal kapitalista
að reyna að komast í einokunarstöðu, reyna að koma í veg fyrir samkeppni og ákveðin gerða kapitalistum eru svo kallar pilsfatakapitalistar og sjókvíldisfyrirtækin eru hreinræktaðir pilsfatakapitalistar. Það sérstök lög til að þessi iðnaður fá að þrífast. Það búið að taka sambandi, hugsaðu ykkur, við erum með öll önnur fyrirtæki á landinu, allir íbúar landsins þurfa að fara eftir lögum varnir gegn mengun hafs og stranda. Hvað gerir sjókvíldisfyrirtækin? Fengu sér handgenga stjórnmálmenn til að taka þessi lög og sambandi. Þannig ég er að segja, þetta er dálítið grundvallar spurning hjá þér. Þú segir að hægrimennir sé búin að vinna náttúruverndina. Ég sé að pilsfatakapitalistarnir að vinna þennan slagamörgu leit og það líka við orkuðina. En af hverju það? Mér finnst að vera mikið umhugsunarefni fyrir þá sem eru svona mínmegin í baróttunni að tala vernda náttúruna, að þeir og þau mörg hafa verið feimin við að nota tungutak kapitalismans í þágu náttúruverndarbaráttunnar. Og það að tala að við erum bara með óbúslega verðmæti í íslenskri náttúru sem við þurfum að gæta. Og ef við tökum upp sjónarmið hagfræðinnar og horfum á vöru sem hægt að framleiða, það verður ekki ósnortin náttúra framleitt meira. Hún verður verðmætur og verðmætari eftir því sem á henni gengi annar staðar. Og þetta er alvöru mál fyrir okkur, því að eftir hrunið 2010 þá birtust hér stjórnmálumenn með alls ekki shortcut. Það átti að reisa álver í Helguvík, það átti að reisa kísilmálmverksmiðju á Bakka. Þessi áform annarkot bara runn út í sandinn eða strax eins og með Helguvík eða núna eins og á Bakka með gríðanum tilkostnaði fyrir lánastofnun og lífeyrissjóði. Hvað bjarga okkur á hruninu? Íslensk náttúra. Eyjafjallajökull. Ég var ritstjóri á tímariti sem hét Iceland Review í mörg ár á síðustu öld og fylgdist mjög vel með könnunum meðal sem ferðamálastofa gerði meðal gesta. Akkur kom fólk til Íslands? Þá var að tala að koma 10 svona færið að landsins að gera nú. 80% sögðu íslensk náttúra og 200.000 manns. Núna erum við 2 milljónir. Það sama hlutfall segir íslensk náttúra. Þannig að bara af kapitalískum ástæðum eigum að passa upp á náttúruna. Við erum með 500 ársverk í sjókvíaeldi. Við erum með 30.000 ársverk í íslensku ferðaiðnaði. Þetta eru sjónarmið, peningaleg sjónarmið sem við eigum að við huga. En við erum dálítið að gleyma þeim í einhvers konar baráttu fyrir skammtíma gróða. Já, ég náði því, en ég og það viljum ekki dætt aftur inn í fiskeldið. En nú er líka þannig virkjanir. En út af því að bara eitt með fiskeldið að það er svona, mér þykir þetta svo skrítið, það er út af því að þú ert að standa þig of vel sem er ekki gott, sem er að það þykir svona, það er töff að vera á móti fiskeldi. Það er skynsalegt. Nei, það er náttúrulega ekki skynsalegt eins og við erum búin að vera að reyfa hérna. Þetta er bara tapast. Ok, við viljum ekki þetta áttur inn í þetta. En atvinnuvegaráðherra kemur og segir bara, og þú veist, ef hún hefði verið spurð fyrir kosningar, þá myndi hún örugglega segja já, við þurfum alltaf að fara að endurskoða þetta, það þarf að hamra á þeim betur með þetta og svo bara ef við standa sig ekki, þá þurfum við bara að reka á fjörðunum. Ég skil alveg það sjónarmið, en punkturinn er saman. Að þegar hún fer að kynna sér þetta, þá allt í hennu bara, já, ok, nei, heyrðu, við getum ekki verið, þetta geti verið bara eina grunnstoðum í íslensku hagkerfi. Svo kemur Jóhann Páll og hann með einhver pislaskrif orku og bara, heyrðu, við þurfum bara að vernda, svo fer hann í orku ráðuneyti og það bara gerir hann sér grein fyrir því, heyrðu, já, ok, okkur vantar orku hérna. Við erum alveg í bullinu og jafnvel Guðlaugur Þór stóð sig ekki nægilega vel, segir hann. Af hverju eru þið að tapa, hvað er það við narratífið? Þú segir að það sé út af því að þið tala ekki nægilega mikið svo kapitalistar, en jafnvel þeir ráðherrar sem að væru örugglega peppaði fyrir þínu svona með áðurinnir fara inn,
gera sig grein fyrir því að fiskeldi sé eitthvað sem við þurfum að hafa fyrir hendi og orkunótkun eitthvað sem við þurfum að fara að bæta. Það að segja að sækja í meira orku, ekki orkunótkun. Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Viltu heyra mína kenningu? Já. Manstu þetta þáttur sem heita Já ráðherra? Já. Veistu hvert ég að fara? Yes, minister, já, ég veit nákvæmlega hvert það. Þetta en þú eru útskýrið fyrir hlustundum, það ekki allir sem eru búin að horfa á það. Nei, við skulum fara þangað. Við erum bara með kerfið okkar. Það að tala ekki stjórnmálamenn sem detta inn í ráðherrastólinn í eftir attökum heilt kjörtímabil, mögulega styttara og undanförnum árum hafa ekkert margir ráðherrar setið heilt kjörtímabil eða eitthvað kjörtímabil í röð. Kerfið bara ótrúlega mulningsvél. Og það svolítið sérstakt hvernig við höfum og ég reyndar að það beinlínis verið hannað með sjónarmið ákveðna afla í huga. Bara það til dæmis að vera búið að slá saman umhverfisráðuneytinu og orkumálaráðuneytinu verður til þess að umhverfismálin verður út undan. Og mjög vond þróun. Við viljum að svona sjónarmið vegist á. Ræðan sem fór áðan með verðmæti náttúrunnar. Hvað mikið í húfi fyrir okkur að bara verndum þau verðmæti sem tekjuöflun tækja fyrir þjóðarinnar. Þetta bara alvöru case, en það algjörlega út undan í þessu kerfi okkar. Við erum að fást við Hafrannsóknastofnun í minni baráttu gegn sjókvíaeldi. Það búið að splæsa saman í eina deild undir stjórn einskrifstofustjóra, fiskeldismálum og þesskraftsviðinu. Þannig aftur búið að hanna kerfi þannig að iðnaðurinn að trampa ofan á verndar og sjálfbærina í sjónarmiðunum. Við sjáum svona þróun allt og mikið í íslensku stjórnkerfi. Svo kom einhver ráðherrar inn og þeir bara, embættismennirnir meira að minna stýra þessu. En Jón, þú sagði samt áðan að þessi sjónarmið þurfa að vera vegin og metin. Já. Það ekki bara gott að við séum með þetta veg og meta þetta út frá þessu forsendu? Ég til dæmis, ef við tökum náttúruverndina út frá orkuiðnaði, ég til dæmis ekki að Jóhann Páll sé eitthvað búin að umturnast í sinni afstöðu gagnvart því að vilja halda úti jákvæðri bæði ásýnd og líka að passa på það. Var stemmint að lýsa að hann hefði umturnast? Akkur hann hefði snúist? Var það ekki spurningin til mín? Jú, hann umturnaðist í sinni afstöðu það að það væri bara hægt að leggja niður álverum og að það væri þyrfti ekki að auka neina orkuöflun. Ég að segja að sú þróun áhugaverð. Ég að segja að það búið að breytast svo mikið í því að svona narratífstjórnunin verðist ekki vera svona valda skriðþunga hjá ykkur eins og hún hefur valdið kannski undanfarnum árum og það hefur náttúrulega bara stórkostlega mikið breyst í pólitíkjuna hana. Vinstri grænu var bara sparkað út á þingi. Pírötum var sparkað út á þingi líka. Þeir voru líklegasti til að halda út í þínum sjónarmiðum. Þannig að jafnvel almenningur líka orðin einhvern veginn afhuga þessum sjónarmiðum. Ekki í því sem við erum að ræða hér líkilefni. 65% þjóðarinnar á móti sjókvíaeldi. Hvenær var það svo? Það byrti síðast núna í febrúar og hverju ári hefur þetta verið á þessu bili 62-65% núna í 3-4 ári röð. Ég hlýta að hafa náð 5% yfir að mittan núna.
og mögulega það eru 13-14% sem eru þín megin, en ég að segja það er lærdómur okkar sem stöndum í þessari baráttu að þjóðin sé með tilbúin að hlusta á upplýsingar þetta efni, ekki á einhverjum forsendum og eigum bara hætt þessu til þess að hætta þessu. Við bara segjum, þetta er ekki skynsamlegt, þetta er verið að spilla meiri verðmætum heldur en þetta skapar, og við erum að fara yfir af hverju þetta er ekki gott fyrir fæðuöryggi heimsins, við erum að fara yfir af hverju þetta er ekki gott fyrir hagsmuni landsbyggðarinnar í heild, þá erum við að taka inn bændurna líka, við erum að fara yfir af hverju þetta er ekki gott fyrir firðina, mengunin, þungmálsmengun og annað sem þetta skilur eftir sig, og við líka að fara yfir okkar spjallu Þórarinn að umgjörn þarf að vera þannig að þeir sem vilja byggja upp sjókvíaldi eigi að gera þannig að þeir skaði ekki aðra með því. Það er bara þannig, og almenningur skilur þetta. Mér hefur fundist vanta, mér hefur fundist vanta fjölbreyttari nálgun í umræðum virkjanir og af hverju eigum að mögulega að framlega meiri orku. Ég vil nota hugtakið return of investment hjá Landsvirkjun, menn að í staðinn fyrir að halda áfram að framleiða ódýra orku og laða til okkar stóriðju, þá er einn að fá meira verð fyrir orkuna. Heldur að þeir sé ekki að reyna það? Mér finnst þið vera ábáslega uppteknir í gömlum hugsunarhætti, og ég held að þessu svona 3 ár sem einn félagi minn setti sér viðskiptaráð, og þá var viðskiptaráð eitthvað að álykta orku skortmyndan, og ég segi, hvað er það að tala um? Akkur viðskiptaráð ekki að tala um að láta orkusölu samninginu við Straumsvík renna út og fylla kjarskáluna gagnaverum. Það er svo augljóst og það er heimurinn að fara þangað. Við munum þurfa orku fyrir gagnaver. Þar getur orðið meiri verðmætasköpun, þar getur við fengið flutt út orkuna í sæstrengir sem eru fjarskiptastrengir, og allir græða. Við munum minnka gróðurhúsaloftblástur okkar, við fáum tæknimenntað, við fáum meira fyrir orkuna, Landsvirkjun skilar meiri arði í ríkissjóð. Núna eru allar Landsvirkjun að fara í Hvammsvirkjun, mun hætta arðgreiðslum í ríkissjóð. Til hvers? Af hverju? Af hverju ætlum við að slökkva arðgreiðslum í ríkissjóð meðan Hvammsvirkjun sem nýbyrjuð nota benni að borga í ríkissjóð? Það var ekki, Landsvirkjun borgaði lengst af þessar ekki krónu í ríkissjóði í arð. Þetta eru sjónarmið sem ég vanta í umræðanum af hverju við eigum ekki að virkja meira. Við bara erum ekki að græða nú mikið á því að fara að virkja meira. Við getum grætt meira á því að virkja ekki og selja orku á hærra verði sem við erum að framleiða nú þegar og nýta þær fjárfestingar sem þegar eru lagt í. Ég er ekki alfarið ósammálaður. Ég tel að það séu vissulega tækifæri í til að mynda gagnaversiðnaði sem að við getum verið að nýta orkuna í. Aftur á móti þarf að taka líka inn í myndina að sá iðnaður verður orku frekari á mjög skömmum tíma. Það er að segja tímalínan á því hversu orku frekur sá iðnaður er að verða út af þessum gríðarlega öflugum módelum sem er að koma upp á hattunum hjá ýmsum fyrirtækjum eins og Anthropic og OpenAI og fleirum, að þá er þetta mun þetta koma til með að leiða til þess að orku þörf verði miklu meiri, og ég tel að við höfum einfaldlega að nýta okkur tækifærið meðal annars með því sem að þú ert að segja, með því að horfa meira til þessa iðnaðar, en einmitt að auka við orku til þess að geta gripið þau tækifæri sem að munu koma ef að við erum í stakk búin til þess að grípa þau. Ég tel bara, og eins og segi, ég er ekki einhver sérfræðingur í orkuiðnaði, en aftur móti að það fólk sem að hefur eitthvað með þetta að gera, og meðal annars Jóhann Páll, sem að færi rök fyrir því að við þurfum að auka orkuiðnað, hafa einfaldlega rétt fyrir sér. Ég held að sé ekki bara á lausalofti gripið, allir þeir sem að eru að skoða þessi mál virðast vera á sama máli það að við þurfum að auka orku söfnun, og að við höfum bara verið í ákveðnum lamasessi á ýmsum sviðum, og þess vegna þurfum við að fara í Hvammsvirkjun og fleiri virkjanir
til þess einmitt að geta nýtt þau tækifæri sem að fyrir hendi verða vissulega á næstu árum út af gagnaversiðina og annað. Þannig að ég eins og segi, ég hluta til sammálaður að við erum að færa orku meira í gagnaversiðinaðinn og reyna að keppast við það. Ég hef verið að tala við fólk sem til dæmis að fjárfesta, ég þori ekki að segja landi út, það getur verið að kasta honum undir vagnin, en þetta svolítið svona eins og með byggingariðnaðinn, að byggingariðnaðurinn þorir aldrei að gagnrýna neitt sem að Reykjavíkurborg gerir eða ríki gerir, út af því að þeir þurfa að vera líka kammó við þá til þess að þeir veiti þeim lóðir eða leyfis. Ég hefur greinilega verið að lesa aðra fjölmiðla þú, mér byggingariðnaðurinn alltaf verið að gagnrýna Reykjavíkurborg og fyrir meintan lóðaskort. Þeir koma náttúrulega sem svona heild, en aftur á móti litlir verktakar eru ekki að gera það. Og það er einfaldlega út af hræðslu. Ég stýrði hérna pallborði á steypudeginum fyrir ekki svo löngu og þar svo kallar LCA-greiningar sem einhver svona dellu lofslags úttektir það hversu allt frá því sko þú þarft að vera með úttektina áður og nú sko nagla í þjöl þarft þú að vera búin að gera lofslags ásýndar skýrslu það hvaða áhrif á loftslagið. Þetta er ævintýralega vitlaust, ég veit að þú ekki saman á mér en mér finnst þetta ævintýralega vitlaust. Síðan spyr ég út í sal og því að ég var búinn að fá svona smá svona skrítið vibe þegar þetta kom upp og það var einmitt að loftslagið myndi koma til með að drepa okkur öll og svo og þess vegna erum við að berjast hjá HMS að gera svona skýrslur. Þannig ég spyr út í sal er einhverjum sem að finnst þetta algjörlega galið og það rétti enginn upp hönd og ég ok, þá ég bara einn í því sem að finnst þetta galið. Síðan kom fólk til mín eftir á og sagði já, mér finnst það sko algjörlega galið. Þetta er bara, við getum ekki verið að gera þetta út og ég er að vinna fyrir þennan verktaka og þá bara gerði ég mig grein fyrir því að við erum komin í einhver svona Václav Havel veruleika þar sem Þetta er kerfið sem ég var að lýsa fyrir það, ráðherra kerfið. Já, það er komið. Það er svolítið þannig, sko. Þetta er á öðrum forsendum núna. En ég sammálaðir að þú er engin gagnrýna. En ég held að það sé svolítið sama eins og þegar Landsvirkjun er með einhverjar orku sem að rennir bara út í sjóun út af því að það eru afföll innan kerfisinn sem að getur verið nýtt inn á milli einmitt í gagnaversiðina að þá er það eitthvað sem vissulega hægt að nota en ég held aftur á móti að Ísland ættir að vera að staðsetja sig í þessu svona gervigreinda kapplöpi það munum náttúrulega aldrei gera það á tæknimálunum en aftur á móti getur við verið ákveðin tenging inn í Evrópu með einmitt svona fjarskipta og fleiri svona sæstrengjum sem ég var reyndar alltaf á móti að það var alltaf rosalega mikið á móti því að við myndum setja upp sæstrengi aftur á móti. Nú er það um rafmagnssæstrengi, ég er það um fjarskiptasæstrengi. Nei, ég er ekki að tala um rafmagnssæstrengir einfaldlega halda einhver vatni út af afföllin á leiðinni eru svo gríðarlega að það heldur einhver vatni fjárhagslega neitt annað. En svona í grunninn þá er ég náttúrulega hlynntur því að við förum að auka við orkuöflun nákvæmlega út af því að sá heimur sem við erum að fara að horfa upp á þarf á henni að halda. Það er svona eins og með fæðuna þá berum við samfélagslega ábyrgð að auka orkunýtingu og orkuöflun segi ég og sjókvíaeldi. Nýr samstarfsaðili þessa þáttar er Kaldi. Kaldi er bruggaður á Árskógssandi þar sem að hreint íslenskt lindarvatn og vandað handverk fara saman. Kaldi er fyrsti handverksbjór Íslands og hefur frá upphafi lagt áherslu á gæði, hefð og gott bragð. Notast er við vandað hráefni og klassíska bruggaðferðir sem skila fersku og hreinu bragði sem að Íslendingar kunna svo vel að meta. Hvort sem úr að fara að njóta rólegra stundar, hitta góða vini eða fagna sérstöku tilefni, þá Kaldi alltaf vel við. Stolt norðlenskt handverk, bruggað af metnaði síðan 2006 og skál fyrir því. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu Alvörubón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur Alvörubón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Já, þetta er alveg sjónarmið sem maður heyrir en ég bara sé að business case er betra að horfa á að finna meiri dýrmættari kaupendur, orkunni
og finnst þér hann þurfum ekki að auka fjárfestingar til þess að geta grætt miklu meira á orkuframleiðslu okkar nú þegar og það meina við erum yfir 80% af þeirra orku sem við framleiðum fer til stóriðnaðar tæplega 70% til álvera, restin í annan stóriðnað það bara 5% þeirra orku sem Ísland framleiðir fyrir til heimila. Já, en heimilin njóta góðs af því að 85% af orkunni fari til stórnotenda. Ekki nóg mikið. Að sjálfsögðu, þessi orka væri ekki fyrir hendi. Ég að segja, við getum notið enn meira góðs af því. Til þess að gera hvað? Með því að, nú að tala með því að fá herra verð fyrir orkuna til, ég tala það, skilur. Já, sorry. Ég tala það. Já. Og ég ekki tala að fara að lækka eitthvað massíft eða gefa. Nei, ég ætla að tala um að við varum eitthvað að fara að nota orkuna miklu meira. Ég tala um við sem þjóðum sem eigendur þessara fyrirtækja og Eitt út af því ég nefndi hennar punktana líka, út af því hún nefndir þetta heldur að þeir sé ekki að pæla því allan dag? Og ættu þú það ekki bara að ráða þig inn? Mér finnst ég ekki sjá í þessari umræðu meintan orkuskort sem vel að merkja Jóhann Páll í samtali sem var sýnt á samstöðun í vor, bara sagði, staðfesti, hann leit ekki svo á að væri orkuskortur í Íslandi. Hann bara sagði það, hreint út. En það líka bara lygi sem tókst að telja einhvern trú tímabundið. Allir sem hafa kynnt sér málið vita ekki orkuskortur í Íslandi. Heldur að Jóhann Páll hafa bara verið ginnkeyptur gagnvart einhverju lygi? Nei, hann bara veit ekki orkuskortur. Hann telur það sé orkuskortur. Nei, hann, það bara, ég spurði hann beint að því í þessu spjalli, ég spurði hann bara, telur það orkuskortur í Íslandi? Hann sagði bara nei. Eftirspurn eftir ódýri orku allt annað en skortur. Og við erum þeirri góðu stöðu þessi eftirspurn eftir orku á Íslandi það er að nýta okkur það til að hækka verðið, græða meira á henni. Ja, þetta munur að skort og þörf og það þörf, en ég alveg samanlega, þú veist það er kannski ekki endilega skortur, en það þörf. Þeir sem eru aðalega kvarta núna eru fyrirtæki sem hafa verið að fá umfram orku, umfram rafmagn á góðum díl. Já. Og þeir að fá hann á mjög ódýrt vegna þess annars rinnum til sjávar. En núna, eru þeir þeir hafa byggt upp sína starfsemi á ódýri rafmagni, en það sjálfbar starfsemi ef hann getur ekki keppt á markaði stöðuga orku? Verða ekki bara þeir sem ákváðu að gera díl ódýra rafmagnið að sætta sig við að þetta þeirra veruleiki. Það get ekki, við hefum ekki að byggja upp kerfi þar sem hefur verið að hluta orkunum mun alltaf renna til sjávar. Við bara byggjum byrjan að finna gott jafnvægi í þessu kerfi okkar og selja á svo hæstu verði. Þú er svo miklu absolutisma, sko. Þannig annarkvort erum við sjókvíeldi eða sáta bændur. Alls ekki. Annarkvort erum við með... Alls ekki. Ég þvert á móti hef ég sagt að sjókvíaldið ef þeir ætla að sinna þessar starfsemi þá verða að gera það án þess að skaða hagsmuni annarra. Já, okay, það ekki, í þessum orðu felst ekki að loka því. Hvort finnst þér að atkvæða þessi réttur í þeirri svona hugmyndafræðilega lýðræðislega kosningu ætti að vera 1 atkvæði per mann eða 1 atkvæði per hektara? Við erum komið núna yfir í kostningakerfið. Já, ég meina út af því að þú segir sko, út af því ég myndi til dæmis taka Vestfirði. Ég myndi spyrja, viljið því að fiskeldi sé fyrir hendi. Ég held að það mikill meiri hluti sem myndi lýsa afstöðu sinni þannig að þeir myndi vilja það. En þú segir að bændunir þú veist að hagsmunir bænda eiga að vera vegnir inn í, sem að vera þá líka með atkvæðisrétt. Ég held til dæmis ef að það væri mögulega 1 atkvæði per hektara að það myndi sjókvíaldi ekki vinna þá kosningu. Ég auðvitað bara atkvæði bara í öllum kosningum að vera fullt atkvæði og bara 1 atkvæði einn manneski. Því miður okkar kerfi ekki þannig, sko. Nei, en ég er að segja, út af því að þú ert alltaf að segja að eiga þessi sjónarmið þessara bænda ekki að hafa neinn áhrif. Það eru miklu fleiri þóra en bændur og fjölskyldur þeirra sem hagsmuni gæta heldur en starfsmenn þjóðgjöldfyrirtækjana. Það eru miklu fleiri. Þessi kosning myndi gjört tapast ef við stiltum þannig, sko. Já, við myndum taka alla landinu. Ef við taka landeigendur sem umrenna laxveiðiár og þá sem starfa við sjókvíaldi.
Ég held reyndar Ertu ekki þannig það? Jú, en ég held að það myndi verða pínu eins og með ESB-umræðina. Þar sem að ef að það færi af stað umræðu þetta, að þá myndi náttúrulega sjókvíaeldi verða ofan á. Alveg eins og núna, þá voru mjög margir peppaði fyrir ESB og ég náði hérna að sannfæra þig neið áðan, áður en byrjum að taka upp sem ég ánægði með. Klárum á því. Okay. Hérna, ESB, þú vilt sjá í pakkan. Mér erst hérna, fyrst þú, þetta við hvað fór okkar á milli áður þú kveiktir á upptöku, að þá sagði þér þessa sögu sem verður nokkuð góð, sem fór að bubba, að því þetta pakkatal var haldið þreytt, það þurfti eitthvað nýtt myndmál og Bubbi kom með fína myndlingu eins og hann var alveg ríklegur til að gera, hann talaði og minnst þetta gott og þess að endur segja þessa sögu hans. Hann sagði á tilfinningun á fólk sem vildi ætla að segja nei á ágúst, það sæi matseðil á borðinu, en þyrði ekki að kíkja inn í hann þegar það gæti mögulega að vera eitthvað sem þeim líkaði við, þau vildu panta. En telur sér bara betra að kíkja ekkert á matseðilinn. Auðvitað segi ég já í ágúst. Hvort ég mun að segja já við samningi sem upp úr slíkum umræðum kæmi, það allt annað mál. En að einhvern veginn að útiloka að fara í samningaviðræðurnar, ég skil það ekki. Og mér finnst þetta finnast öllu og þarna að vera að efna kosningalofvörð Bjarna Ben og Sigmund Davíðs á 2013. Og ég skil ekki af hverju nokkur manneskja að móti því að hefja viðræður. Ég hef allan var að ná mig úr þeim viðræðum kemur vondur samningur, alltaf nei. En að segja nei við að hefja viðræðurnar, mér finnst það bara, ég skil það ekki. Já, Getur útskilt það fyrir mér? Akkur að segja nei við að fara í viðræðurnar? Sko, í fyrsta lagi tel ég öll skref að þessu vera slæm. Ég tel að þjóðinni að fá kjósa um þetta, en ég aftur á móti treysti þjóðinni til að segja nei. Ástæðan sú að ég tel að það að fara inn í aðildarviðræður myndi fyrsta lagi, sko, það stórkostlegur fórnarkostnaður af því að stjórnkerfi fara fyrst og fremst að einbeita sér því að skoða einhver pakka hjá Evrópusambandinu. Þetta ekki bara einhver nefnd sem að fer til Brussel, loka sig inn í herbyggi í 6 mánuði og kemur út með einhver pakka sem við fáum að veljum. Það þarf að skoða þetta í miklu breiðari mynd. Hins vegar að þá tel ég líka bara að þetta vera svo ævintýralega vitlaust út af því að svo sala til dæmis að við myndum hafa einhverjar sér undanþágur sem að öll aðildarríki þurfa bæði og að samþykkja. Við erum ekki komin að því að ræða það. Nei, en ég að segja það að telja að það geti verið fyrir hendi ævintýralega vitlaust. Ég hins vegar það réttur, ég pínu hræddur við það að við fengjum góðan aðildarsamning og þá getum við verið geinkeypt því að taka upp ævintýralega heimskulegt regluverk Evrópusambandsins sem að þeir sjálfur segja að sé eitthvað sem að muni koma til með að leiða þá út úr samkeppninni á alþjóðasviðinu og leiða til minni hagvaxtar. Núna þeir voru í kringum 95% árið 2006 af heildarframleiðslu til dæmis Bandaríkjanna. Í dag þau komin í 65% og í fyrirsjáanlegri framtíð þá muni þau verða 50% af heildarframleiðslu Bandaríkjanna. Sama gildir eins og með Kína sem náttúrulega hröðum vexti upp á við. Það að taka upp þetta regluverk sem náttúrulega grunn undirstaðan út af því að við erum núna með fjórfrelsið sem fólk, þjónusta, gjaldeyrir og fólk. Held ég að við hafum þetta rétt. En hérna að þá værum við að taka upp allt sem heimskulegt í regluverkinu. Ég alveg pínu hrifinn af innri markaðunum, aftur á móti eru líka stærsta fyrirkomsluna bandið heims. En það eru vandkvæði þar og eins og Enrico Letta fyrir yfir í sinni skýrslu sem að koma út fyrir ekki svo löngu, sem svona systur skýrsla, dragiskýrslunar, þar sem að hann einmitt reifar það hvernig það að hafa vand áhrif að one size fits all sé að leiða til þess að önnur svona smærri ríki eiga erfiðar uppdráttar við að uppfylla sömu skilyrði eins og stóru þjóðina sem miklu auðveldara með það. Leif mér einfalda pínu aðeins. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag.
hvort myndur vilja Þetta er vera ekki einfalt samt. hvort myndur vilja vera launþegi í Kína, Bandaríkjunum eða í einhverju Norður-Evrópuríki innan Evrópusambandsins? Bandaríkjunum, ekki spurning. Launþegi? Já. Bandaríkjunum. Með minni réttindum í fæðingarorlofi, minni frítíma, dánatíðni er hærri í Bandaríkjunum, minni lífslíkur, dýrari heilbrigðisþjónusta, allt það sem er á okkar mælikvarða góðu lífsgæði og hefur verið barist fyrir með ott og egg. Við erum með margfalt betri málum í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum. Við höfum verið það, eina sem en við verðum það ekki áfram. Ég sko, ef þú horfir á þá þróun sem hefur farið vaxandi En þeir segja það sjálfur, sko. sem hefur farið vaxandi í Bandaríkjunum þá að menn horfa alltaf á hagvöxt Bandaríkjana þá spyrum við hagvöxtur hverra og það var merkileg grafísk útfærsla í umræðum sem við sáum daginn það sem við tóku Bretland sem nota bene hefur lækkað í samanburði Evrópusambandi ríkin eftir Brexit. Þeir stunguð inn í og gerðu það eins og það væri eitt af ríkum Bandaríkjana. Bretland var þá aftast þegar komað hagvexti en í öllum öðrum flokkum það voru annarkvæmt á toppnum í topp 5. Þannig að þá að tala það sem kemur okkur við að hafa bara gott, hafa næs vinna stittra, komast til lengra frí, meiri umhverfisgæði, aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu, bara, og Bretland nota bene í svona 15. til 16. sæti væri í sömu flokkum innan Evrópusambandsins. Ég sammálar þar, sko. Brexit ætti náttúrulega að vera okkur víti til varnaður það að ganga alls ekki inn. Og það hefur svo hræðilega áhrif þegar þú ferð út og þegar nú alltaf jásinnar að segja já, ég meina og ef okkur líkar ekki við það þá bara förum við út sem náttúrulega ævintýraleg sögurskýring nákvæmlega út af þessu út af því að Bretar náttúrulega Evrópusambandið var mjög svæsið og sýnir náttúrulega þeirra réttu mynd sko þegar mitt Brexit á sér stað að þá vilja þeir sko sjá til þess að það verði svo ímynd af landi hvernig þeir tapa á því að fara þaðan út. Evrópusambandið sér til þetta ákveðin svona, já... Þeir fór bara í flokk annar ríkja sem ekki Evrópusambandið. Já, nákvæmlega. Nei, eðlilega. Já, en við, aftur á móti, þú talaður um lífsgæði áðan, við trónum á toppnum ásamt öðrum ríkjum innan Evrópu sem ekki Evrópusambandinu, einmitt gagnvart lífsgæðum, hagvöxt og öðru. Við stöndum okkur miklu betur á öllum... Því miður er það ekki alveg þannig. Ok, en allavega... En við gætum haft það þegar maður sér þessa kvarða að þá eru lönd utan Evrópusambandsins sem að tróna í langflestum tilfellum á toppnum. Þannig að það ætti líka að vera okkur víti til varnar einmitt á ástæðan fyrir því að við ættum að segja nei. En einmitt út af Brexit og það hvernig þetta umturnaði þeirra kerfi. Ég alveg sammálaður því. Þeir til mér stóðu ekki við sína skuldbindningar sem að þessi atkvæðagreiðsla náttúrulega fyrst og fremst byggði á sem var útlendingamálin. Ríkisstjórnunum þar hefur ekki lukkast að klára það mál gagnvart því sínu þegnum. Þannig að nú sitja þær uppi með sama útlendingamandamál en líka þau vandamál sem að fylgir því að hafa farið þaðan út. Ef við förum þann inn, þá erum við augljóslega aldrei að fara þaðan út. Út af því að það er það sem Brexit náttúrulega bara sýnir okkur. Að 400.000 manna þjóð er ekki að fara að geta staðið í hárun á því sem að 60 miljónar manna þjóð gat ekki eins og staðið undir með meiri árangri en þetta. Þannig að það að taka skref í átt af þessu er náttúrulega ævintýralega vitlaust. En það er líka, sko, og jafnvel ef við myndum taka þetta allt út fyrir svega, og þá segja þeir bara sjálfir að það er ævintýralega vitlaust að ganga þannig inn, út af því að það regluverk sem að þeir hafa skapað er eitthvað sem að þeir, og núna munu þeir náttúrulega þurfa, eins og þeir að segja í gríð og erg, þurfa að passa upp á það að stóru löndin munu einvörðungur ráða. Núna ætla að taka utanríkismálin út fyrir svega ráðherraráðsins. Það er að segja að þjóðin munu ekki hafa neitunarvald í utanríkismálum. Þannig að það eru fullt af svona þróun því að við erum að tala um fasta líka. Þú segir að lífsgæði séu miklu betri í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum. Ég get alveg tekið undir það, senast liðan 20 ár hefur það verið. Ég er ekki að segja, ég bara vitna bara opera rannsóknir og það er rétt, og lífslækur í Bandaríkjunum og hafa fyrir miður verið að lækka, hafa haft batna og mjög sorgleg þróun þar. Og það hefur verið betra að vera launþegi
í Evrópu. Aftur á móti ef að það er rétt þar sem að Evrópusambandið sjálfs kemst að lífsgæði muni koma til með að minnka á næstu árum, þá skil ég ekki af hverju við ættum að gangi þann klúbb, sko. Ég held að þetta sé ákveðin, sko, Evrópusambandið er byggt sem krísubandalag og þeir eru alltaf að leysa krísu og það er hluta því sem að við vorum aldrei hluta af. Hluta því er að gera þetta krísu allra fyrir að gana krísu tveggja þjóða, skilur. Akkur ættum við að kæra okkur inn í það krísu? Það eru, við höfum notið góðs af því að vera nátengd Evrópusambandinu. Við fengum bóluefni, við fengum fyrrt út í COVID. Höldum ég samningin, bara ekki spurning. Já, hann er svona, það var dálítið fyrir náð og miskun Svía sem hjálpa okkur normannum þar. Viljum við vera í þeirri stöðu? Ég segi þessum segja já í ágúst, skoða hvað kemur út á samningaviðræðunum. Ég hef þá trú að sé hægt að gera 21 aðstandi aðildarviðræðum og stjórna landinu og mögulega njótu þess bara að þessi fókusin kannski aðeins meira þar heldur en á einhverjum hlutum hér í þeim efnum í íslensku stjórnkerfi og hann ég mun alltaf segja já í ágúst, sko, og mér finnst þetta líka að vera ef við spólum aftur viðræðunar umræður NATO á sínum tíma EES-samningin. Þetta er sama platan var á fónunum þá, ekkert af þessu rættist. Fólki sem er núna hluta þeim sem er að berjast gegn því að við segjum já í ágúst vildi ekki bjór á Íslandi, sko. Við erum að tala ákveðna þær slíkar fylkingar. Ysta vinstrið og ysta hægrið að samennast. Forsjárhyggju fólk, ég bara ég vil bara hafa taka sjálfur minna ákvörðun, sko. Já, en eina ástæðan fyrir því að móti þessu er bara regluverkið og út af því að þú nefndir þessa sögu með Bubba áðan, sko. Matseðilinn, mjög góð myndlíking. Já, hann segir að þetta er eins og að manneskja gangin á veitingastað og segir viltu ekki kíkja á matseðilinn og þú segir nei og svo kemur þú og segir jú, ég ætla að kíkja á matseðilinn en síðan kemur kokkurinn úr eldhúsinu og segir 10 manns eru búin að fá matareitrun hérna í dag eins og Mario Draghi segir í þessari skýrslu. Þá myndir örugglega endurskoða það hvort þú viljir yfir höfuð kíkja á matseðilinn. Þannig að það er ástæðan fyrir því að ég segi nei. Já, ég veist þetta ég veit ekki ég kannast ekki þessu orð Mario Draghi matseðilinn en Nei, hann hefur náttúrulega ekki sagt það. Ég veit að ég er að stríða þær en mér finnst þetta vera algjör no-brainer, segja já í ágúst, ég hef ekki í þessar áhyggjur af þú nefndir áðan að þjóðin geti fengið of góðan samning, geti orðið ginnkeypt fyrir honum. Það er það sem er greinilega eldsneytið á tankinum hjá neysinum, að fólkin muni sjá að það sé hægt að fá góðan samning. Og það er eitthvað hræðsla. Ég tengi ekki við þá hræðslu, sko. Nei, en það góða er náttúrulega að það er aldrei að fara að gerast, sko. Þannig að ég er ekkert hræddur við en það væri vondur veruleiki ef við erum í einhverju svona... Og er vont að fá góðan samning? Já, það væri mjög vont að fá góðan samning og þá þurfum við að taka upp þetta dætlu regluverk. En aftur á móti, ég mun alltaf halda með Íslandi alveg saman hvernig þetta fer, sko. Og ég vona að Evrópusambandinu muni vegna vel út af því að við náttúrulega höfum hagsmuni af því að það gangi vel í Evrópu. En aftur á móti eru náttúrulega þeim löndum sem gengur best eru utan Evrópusambandsins. Þannig að... Í hvaða samhengi það? Öllu samhengi, bara eins og Íslandi og víða. Bara Evrópuríki sem eru utan Evrópusambandsins, þeim gengur betur heldur en Heldur það sé vegna þess að þau eru utan Evrópusambandsins? Já, ég held það. Ég held að sé út af því að... Heldur ekki þessi ástæðan fyrir þau séu utan Evrópusambandsins er vegna þess að þeim hefur gengið sögulega vel, eru með náttúruauðlindir eða eitthvað svona iðnað. Það er mín kenning að ástæðan fyrir að Noregur og Ísland hafa ekki tekið skrefið inn. Já, og Sviss. Já, ég meina, þú veist, ástæðan fyrir því er bara út af því að þeir geta ekki tekið mið af sínum eigin veruleika. Heldur þurfa þeir að taka inn regluverk sem að hefur að gera með allt annars konar innviði, allt annars konar auðlindir, allt annars konar veruleika heldur en til dæmis er inn í öðrum Evrópuríkjum og það að vera með svona one size fits all í slíku samhengi þegar þú ert með
flókin regluverk að þá einfaldlega það slæmt, það ekki leiðarvísir til árangur sko. Það hefur reynst okkur heldur betur vel, við erum með stærstan hluta þessu reglum. Nei, við erum ekki með það, okkur þetta alltaf að segja þetta? Ég verð alveg geðugur. Hérna, það hefur komið fram í skýrslum að þetta í kringum 15-16% sem að við höfum tekið upp og við tökum vissulega upp 80% af öllum EES-reglugerðum en við tökum ekki upp alla reglugerðið Evrópusambandsins. Hins vegar þyrftum við að gera það, myndum við slysast til að ganga þar inn. Já, en við erum með megin þættin og það sem veiga mestu þættin. Við erum með EES og fjórfrelsið og Schengen. Já. Og það eru veiga mestu þættinir. Það eru veiga miklu þættir. Ég veit ekki hvort ég að bera það saman, en aftur á móti þá eru önnur regluverk Evrópusambandsins sem við þurfum líka að taka upp, sem ég held að séu grunnstoður þess og ástæður. Hvað af því óttastu? Hvað er þetta? Óskilvirk kerfi leiðir Komum eitt dæmi regluverk sem þú óttast. Bara eitthvað áhrif á þitt daglega líf sem að því ég nefni fjórfrelsið og Schengen. Við höfum bara séð ávinningur því þegar við ferðast milli landa í Evrópu og með farsíman okkar og þessu þar. En segðu mér eitthvað svona, eitthvað sem myndi trufla þína tilveru og risa frumvarp sem núna minnka þín lífsgæði. Í hérna fer í atkvæðagreiðslu von bráðar sem að hérna þetta með útlendingafrumvarpið. Það að segja að Evrópusambandið geta dreift hælisleitendum að vild og þetta tel ég að verði stórkostlegt böl og hérna verði mjög vont til lengri tíma ef að þetta mun verða fyrir hendi. Það að segja að Evrópusambandið geti sagt til það hverjir með ferðast inn og út á landinu í leita hæli. Ég held að það verði mjög slæmt og að þeir hafa einhvers konar ægivald yfir því hvernig fólk viðheldur sinni útlendingastefnu. Ég held að það sé bara alls ekki gott sko. Og þetta eitthvað svona sem framöndan en bara eitthvað af þessu mikla regluverki sem þú óttast núna. Eitthvað sem þú, að því ég nefndir matareitun, ég held þessi minni líkur að verða fyrir matareitun vegna strangara regla hollustuhætti í Evrópu heldur en í flestum öðrum strangari heimslutum. En hvað er regluverkinu? Matvæli, bara ekki spurning. Það að hérna ákveðnir þættir matvæla þurfa að vera á ákveðin máta sem að taka ekki mið af þeim hérna hlutum sem að eru að eiga sér stað, til dæmis eins og það að Portugal þurfi að vera með sömu staðlaga hvort matvælum. Það var frækt dæmi hérna, bananar þyrftu að vera á ákveðin máta, gúrkur þyrftu að vera á ákveðin máta. Þú veist, þetta svona urban legend meira menn hessa. Það var mjög Evrópusinnaður aðili sem að kendi mér Evrópurétt, minni mig, eða það hitt Evrópuréttur í stjórnmálafræðinu. Þetta er dæmi það hvernig Evrópusambandið þar sem að það vill hafa og vasast og hafa puttana í allskis málunum. Matvæli eru reynda bara frábært dæmi. Þar sem að matarmenning Evrópuþjóða að mjög mismunandi máta. Aftur á móti þurfa þeir að taka upp það sem að þeir kalla einhverja hollustuhætti sem hefur að gera með það að hvernig nákvæmlega þeir meðhöndla matvæli, hvernig þeir merkja matvæli og fleira. Þetta allt neytendavernd sem og neytendaverði hvergi meiri hvaða áburður notaður og hvaða íblöndur efni vín og þess að það. Þú hefur lesið Orwell. Hvað var helsta grunnundista þess að fólk myndi hvaðan í rauninni kom ofríkið? Hvernig réttlæti það manum að frá núna 1984. Hvernig réttlæti ríkið sitt ofríki? Það var út frá öryggissjónarmiðum. Þannig að öryggi getur snúist upp í andhverfi sína þegar það farið að veitast að réttindu borgaranna það að vera frjálsur og taka sér eigin ákvarðanir. Og það svolítið þetta, ég ekki að segja að Evrópusambandið sé eitthvað orwellískt ríkjasamband, en aftur á móti eins og í COVID þar sem að þeir gengu mjög langt í því að vega að tjáningafrelsi fólks á ýmsan máta að þá tel ég Styttar en Bretland Bretar þetta að missa viti, ég sammála því og Ástralir líka, algjörlega bilaðir. Sjálfland, það var hann annar regluverk sem var reynda bara að fara í gegn núna. Asía, við erum að tala sko
alvöru við- það er að tala alvöru skilur Nákvæmlega. þetta er Evrópusambandið og COVID þetta er heilt þáttur Þannig að hvert ættum við að horfa? Við ættum að horfa til Bandaríkjana. Nei, en bara... Svíþjóðar þeir stóðu sér frábærlega í COVID Til dæmis, en það var og Evrópusambandið pirraði við því hvernig þeir héldu utan en að þú sín mál. sért hvaða svígurum Svíar höfðu í þeim efnum Já, Þetta er í óþökk sambandsins. Já, en óþökk skilur Já. einhverja, en fólk hefur þetta svigurum og þannig að það er eiginlega sem mér stundum Evrópusambandi verið nótuð sem einhvers konar gríla, svo verðum aðeins að kafa pínu undir yfirborðið, hann nefndur COVID og Evrópusambandið, þannig að þá gæti ég bara komið rums af öðrum ríkjum sem stóðu sér miklu verð, en bett síðan á Svíþjóð sem fór svona mjög sína leið og uppi staðið vantarlega var það bara besta leiðin, það voru hvergi minni döðsföll völdum COVID heldur en í Svíþjóð og á Nákvæmlega. Íslandi Ég fekk bara, það var allir brjálar út í mig fyrir að segja að við ættum að fara sænsku leiðina. Hérna hann Tegnell sem var smittsjúkdóma eða sem sagt okkar Þórólfur, hann færði rökverð sínu máli og ég taldi það vera rétt. Það voru allir brjálar út í mig. En heyrðu, ég er búin að halda þér hérna Við erum líka í komnir 2,5 tíma og það því að ég var líka klukkutíma, ég tafðist á klukkutíma. Ég svaf yfir mig og svo þurfti ég að setja upp út að ég var að taka upp fyrir Dag B. Eggertsson og Þórdísi Kolbrún í gær. Þannig að þakka þér kærlega fyrir þetta lengstu þáttur sem ég tekið í svolítið tíma. Já, þetta er búin fjör hjá okkur Þetta var bara svo gaman. Við höfum farið víða líka Þorra Já, við gerum þetta aftur. Skoðana glæði menn Það Nákvæmlega. var gaman að spjalla við þig Sömuleiðis, vinur minn. Takk hérlega fyrir að koma þangað til næst. Takk fyrir mig